Við vitum alveg hvernig heilbrigðiskerfi þú ert að borga gríðarlega fjárhæðir. Það ekki mannréttindi að fá ókeypis heilbrigðisþjónustu? Nei, það eru mannréttindi að fá lágmarks heilbrigðisþjónustu. Og ef þú ert ekki sjúkratryggður, að sjálfsögðu, annars deyrðu. Það ekki mannréttindi samt. Hvernig myndi þið líða? Eða botnlangiðin springur? Já, nei, ég er sammálaður. Og þú kemur upp á slysó og það er sagt bara, sorry, þú ert ekki sjúkratryggður af því þú ert einyrki að reyka hlaðvarp og þú bara hafir ekki efnað því. Það var bara eitthvað sem ákast bara, ég ætla ekki að sénsinn, ég ætla ekki að vera með sjúkratryggingar af því ég bara er í viðkvæmum rekstri og ég vil bara frekar hafa pening bara inn á heimilið. Og það er svo bara, sorry, þú ert ekki, skilur. Og þú væri bara sárkvalinn. Þetta er ekki mannhelgi og að sjálfsögðu er mannréttindi og fengið þjónustu. Já, ok. Þarna greinir okkur bara grundvallar prinsipum. Nei, ég verð að fá að rökstyðja út af því að sko ástæðan fyrir því út af því að það er ekkert sem að skapar minna framboð eins og að kalla eitthvað mannréttindi. Til dæmis þegar við köllum húsnæði mannréttindi, ævintýralega heimskulegt út af því að það er ekkert sem að minnkar framboð húsnæði sem mikið að kalla mannréttindi út af það eru bara ákveðni hópar sem að koma inn og vilja gerast einhverju milliaðili inn í það að skapa það. Hvað er húsnæði þá? Húsnæði er nauðsynjavara sem að er búin til það er partur af barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að börn eru á heimili, sko. Ég verð að fá að klára hana. Húsnæði verða til út af hverju? Af hverju verða til húsnæði? Af því að við erum dýrategund sem þarf að búa undir þaki, sko. Af hverju verður það til? Hvað er það sem að veldur því að þú sér flöt og þannig verður húsnæði seinna máli? Af því að við höfum prímal þörf sem mannfólk til þess að búa einhvers staðar. Og þetta er viðurkennt prímalþörfin var okkar að við sváum úti. Þörfin okkar til að búa einhvers staðar undir þaki. Af hverju verður húsnæði til? Ég veit ekki hvert þetta fara, en ég get ekki svarað spurningu. Það er svo heimskuleg. Nei. Jú, hún er svo heimskuleg. Þetta er svo heimskulegt samtal. Nei, þetta er gott, sko. Húsnæði verður til út af því að einhver hefur hagsmuni af því að skapa það. Nei, húsnæði verður til að það hefur einhver hagsmuni af því að búi því. Líka, já. Aðalega. Nei. Jú. Já, það er það er grunnforsendan að við þurfum ekki að mætir og býða til. Nei, af því við þurfum af því það er þörf eftir því. Af því við þurfum að búa einhvers staðar. Þetta er akkurat En þörfin er ekki það sem að býr til húsnæði. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er viðurkennt réttur barna til heimilis. Það er ástæða fyrir því af því það eru mannréttindi að búa einhvers staðar. Ég og þú, ef Ísland hefði ekki húsnæði, þetta er heimskulasta samtal sem átt í. Nei, þetta er gott. Nei, þetta er alveg, þetta er heimskulasta samtal sem nokkuð tíman átt í. Þetta voru forskrift. Já, bara höfum það á hreinu, það er ég sem er að segja það, sko. Já. Þannig að það snýr að þér, kæri Þórarinn. Ekki stress. En húsnæði verður til út af því að húsnæði sem meistari hefur hagsmuni af því að búa til. Nei. Ha? Hver annar ætti að búa til? Fólk byggði sín eigin húsnæði löngu áður en að það varða eitthvað svona kapitalískum markaðs af því að maðurinn hefur frum þörf til þess að búa einhvers staðar, til þess að hafa þak yfir höfuðið, til þess að hafa skjól fyrir veður og vindum og til þess að hafa sitt pláss. Þekking hans er þá Við nauðsynleg erum ekki forsenda. meiri hjartir en það að við viljum ekki búa í helli með 100 öðrum, við viljum okkar privacy. Það er partur af okkur sem dýrategund og hefur ekkert með húsnæðismeistara ríkisins að gera, skilur mig? Nei, ég meina ef að húsnæði verður til út af því að manneskjan sem ætlar að búa í því kann að búa það til, þá er það bara frábært. Aftur á móti og þannig var það lengst af hitt systemið, þar sem við byggjum borgir, þar sem að aðrir sjáum að byggja fyrir okkur. Það er nýrra kerfi heldur en það sem var áður. Það er styttri hluta mannkynssögunni, þar sem að við getum, að við byggjum til eitthvað sem til peningar, borgað einhverjum fyrir að uppfylla þessar frumþörf okkar. Þetta er ekki alveg rétt hjá, því að skilvirkni... Ég hitti dásanlega listakonum daginn, því ég er líka í menningabransanum. Sem að kann ekki að búa til húsnæði. Hún er að verða... Hún þarf einhvern annan til að búa það til fyrir sig. Hún er að verða nýræð. Hún er eldklár, algjörnegla. Og hún sagði við mig, og ég er ekki að segja þessi sammálunni, við slum hafa það algjörlega á hreinu, þannig að hún mátt ekki klippa þetta þannig að ég sé að segja þetta. Hún sagði, kallmenn mistu tilgangsinn þegar þeir hættu að byggja fjölskyldunum sínu hús. Já, ég sammála því. Akkurat. Er það að þú ætlaðir að hringja eitthvað til sem skilur mig? Hún sagði bara, það er frum eðli kallmanna. Ég er ekki sammálanni, ég er ekki búin að hugsa þetta þaula. En þetta var hennar skoðun sem nýræð kona með mjög góð tengsl við almættið. Hún er það. Mjög góð tengsl við almættið. Kallmenn mistu tilgangsinn þegar þeir hættu að byggja hús utanum sig og sitt fólk. Já, þannig að rökin að hús verður til af því að einhver veiti það
það er alveg öfugt. Nei, það er ekki rétt. Hús verður til að þeir þarf það. Skilvirkni marka verða aðalega bundin við það að ég hef hagsmuni af því að skapa einhverja þjónustu og einhver hefur hagsmuni af því að byggja húsnæði þá í staðinn fyrir mig. Það að við sem varum allir að búa til okkar eigið húsnæði myndi valda ótrúlegri óskilvirkni inn á markaðinn. Fyrsta lagi myndi þá húsnæði vera verð gert og í öðru lagi verðum við að eyða tíma okkar í það að læra að búa til húsnæði í miklu meiri máta. En húsnæði þarf einhvern sem að þarf að búa það til. Þannig erum við komin bara í iðnvæðinguna og bara þegar við förum úr fjúdalisma yfir kapitalisma, þegar við áttum okkur á stærðarhagkvæmni, þegar við áttum okkur á því að við þurfum öll að hafa ólíkt hlutverk í heiminum til þess að samfélagið gangi upp. Sumar þarfir eru gerviþarfir. Þessi drykkir hérna við hliðina eru gerviþarfir. En húsnæði er ekki gerviþörf sem er bara búin til að markaðnum. Nei, nú þegar þú sagðir að heilbrigðisþjónusta væri, okkur erum við þá ekki bara öll að læra að vera læknar? Og þegar þá getum við af því við erum búin að átta okkur á því að fleiri læknar geta Nákvæmlega. Nei, Þórinn. Af því við erum búin að átta okkur því að læknar geta læknað fleira fólk heldur en þarf. Nákvæmlega. Og aðrir geta búið til fleiri húsnæði í staðan fyrir allir læra að búið til húsnæði. Við erum ekki að deila það að það sé stærðarhagkvæmni í því að byggja hús. Við erum ekki að deila það að markaðurinn sé í dag með húsnæði. Við erum ekki að deila það að fasteignir eru vörur sem ganga kaupum og sölum. Við erum ekki að deila það. Ef þú heldur þessum að deila það, þá er þetta villigötum. Heilbrigðisstarfsfólk fær borgað fyrir sína þjónustu. En við erum að deila það hvað eru mannréttindi. Og ég segi fullum fetum að bæði heilbrigðisþjónusta og húsnæði eru mannréttindi og sem betur fer, þá eru helstu mannréttindastofnanir heims sammála mér.